Komið sæl. Það komið að síðasta fyrirlestrinum á Njálu í bili. Ég ætla að tala núna aðeins sögulokin eða kafla 148-159 sem er síðasti kafli sögunar. Það er þannig að það hafa nást sættir eftir brennuna á Bergþórshvoli við alla, milli allra manna nema Kára. Og hann á þetta ýmissa harma að hefna, það er bæði það vinur hans og tengdafaðir og tengdamóðir og svona dóu þannig í brennunni og allt þetta. Og svo þetta dó sonur hans líka inni, Þórður Kárason, hann brann inni með Njálu Bergþóru. Þannig að hann hefur þarna ýmis að hefna. Og fylgjumst með honum núna í næstu köflum. Hann og Þorgeir Skorargeir, sem ég talaði hann sem í síðasta fyrirlestri, þeir eru búin að vera mikið saman í eftirmálum brennunar. En eftir að Þorgeir Skorargeir sættist við brennumenn að undirlagi Kára, þá vill Kári ekki skapa Þorgeiri nein vandræði og fer því í burtu og felur sig hjá Birni nokkrum í Mörk. Og þessi Björn, hann er svona sjálfshælinn og ekkert svo mikil hetja og hann og konu sem heitir Valgerður og henni finnst Björn í raunin vera hálfgerður aumingi og við möttum að sjá þetta hans í köflunum. En Björn hann lofar að aðstoða Kára. Húsfreyja hans Valgerður, hún hefur sínar efasemdir að hann muni standa við það. Hún heldur að þetta sé bara í kjaftinum á honum. En Flosi og þessi brennumenn sem voru dæmdir til utanfarar eftir brennuna á Alþingi, þeir kaupa saman skip. Áður en þeir fara utan þá vilja Sigfússyni samt skreppa hans heim til sín í Fljótslið til búa sinna og þeir telja það sína óhætta því að Kári hann sé fyrir norðan hjá Guðmundi einum ríka á Möðruvöllum. En Kári er auðvitað í felum hjá Birni í Mörk sem er hann í grenndinni. Og Flosi hann varaði við að fara, það gæti orðið vandræði af þessu og Kári hann gæti auðvitað leynst þarna einhvers staðar og við lesendurnir eru minnt á draum sem að Flosa dreymdi eftir brennuna í kafla 133 sem að Ketill úr Mörk, sem er einn Sigfússona og tengdasonur Njáls, hann réð sem fyrirbóða dauða margra brennumanna. Og það stefnir auðvitað allt í að þessi draumur rætist hér í þessum köflum. Nú Sigfússinir þeir fara samt heim og þeir hitta á leiðinni Björn úr Mörk, þennan sem að Kári er að fela sig hjá, og hann lýgur að þeim að Kári sé fara norður, en það er auðvitað ekki sagt. Og svo fer hann að segja Kára fréttirnar af Sigfússinum, þannig að Kári fréttir að þeir eru þarna á ferðinni. Og með þessu þá sýnir Björn auðvitað Kára þannig á sanna vináttu. Kári hann biður Björn að fylgja sér í hættuförina að mæta Sigfússonum og kona Björns, þegar Björn verið ekki alveg til í þetta sé nú svo hættulegt, þá hótar konan því að skilja við hann ef hann fylgir ekki Kára og þetta er auðvitað eitt af vopnum kvenna að hóta skilnaði. Þær höfðu kannski ekki mikil völd þannig séð að þær gátu mikið svona tekið þátt í atburðum en þær gátu gert svona eitthvað að baka til eins og við sjáum. Og þetta er ekki fyrsta sinn sem að menn eru fengnir til að gera eitthvað með þessum ráðum. Til dæmis var eiginkona Marðar, dóttir Gissura hvíta, hún ætlaði að fara frá Merði ef hann myndi ekki taka sér málin eftir brennuna. En sem sagt, Kári og Björn fara þarna saman eftir að kona Björns hótar að skilja við hann, þá þurfa hann ekki að fara. Og Sigfússinir, þeir voru þarna saman en hafa núna skipt liði og Kári og Björn, þeir sitja fyrir hluta þeirra 10 manna liði og þeir eru þarna 2. Og þeir hvíla sig Sigfússinir við Skaftá og Kári og Björn sitja fyrir þeim þar og Björn hann stendur svona jafnan fyrir aftan Kára og reynir allt sem hann getur en það er þá Kári sem að gerir mest og drepur mennina. Kári hann drepur þarna nokkra menn í liði Sigfússona og hann særir illa Grana Gunnarsson, son Gunnars á Hlíðarenda. Ef við athugum aðeins þennan Björn úr Mörk, hann er frekar fyndin týpa, hann er alltaf svona rósa sjálfum sér og segist vera svo hugrakkur og til í allt og hann getur nú allt en á sama tíma þá vill hann ekkert mikið vera með í bardögum hann vill frekar flýja. Hann til dæmis hjálpar Kára en passa samt að komast ekkert inn í eina hættu, heldur sér tilbaka og hann særir þarna nokkra en hann drepur engan. Það er Kári sem vinnur stórvirkin. Nú Kári og Björn mæta svo restinni af liði Sigfússona í öðrum bardaga og það eru þá 8 mann saman og þar drepur Kári 3 af mönnunum sem tóku þátt í brennunni. Í þessum hópi er Ketill úr Mörk sem er Sigfússon og Kári gefur honum grið af því að hann vill alls ekki drepa Ketill enda eru þeir svilar, þeir eru giftir systrum sem eru dætur Njáls. Og svo þegar Kári og Björn snúa aftur heim til Björns í Mörk þá rósar Kári Birni mjög mikið fyrir það hvað hann hafi verið duglegur og flottur í bardaganum, jafnvel meira en hann á skilið kannski og segir þessi fleygu og eftirminnilega orð, berir hver að baki nema sér bróður eigi. Þetta er í kafla 152. Og þá verður eiginkona Björns þetta ána með hann, loksins. Nú Þorgeir Skorargeir hann fellst á að halda hlífiskildi yfir Birni og skipti við hann bústaði þannig að Björn geti verið í friði fyrir einhverjum hefndum eftir þetta. Og hann sér svona sættir fyrir hann og svoleiðis.
En Kári sjálfur hann ætlar að elta brennumenn til útlanda því að hann alls ekki búinn enn. Hans hefnd ekki náð. Í kafla 153 þá fer Flosi út og hann var dæmdur til útlegðar í 3 ár og leiðinni út, eða sem sagt þegar hann farin á stað, þá brýtur hann skip sitt við Orkneyjar, strandar í rauninni þar. Sigurður Jarl í Orkneyjum, hann ætlar að drepa Flosa þegar hann kemur til hans og hans menn, af því að Helgi Njálsson, hann hafði verið hirðmaður Sigurðar Jarls og Flosi þetta, hann drap Helga í brennunni, hann hjóa af honum hausinn. Þannig að Sigurður Jarl auðvitað ekkert sáttur við það að taka þarna á móti þeim sem drap Helga Njálsson hirðmann hans. En þarna á staðnum Þorsteinn sem sonur Síðuhalls og Síðuhallur hann var yfirleitt svona að tala fyrir friði og svoleiðis og reyna að sætta menn og þarna gerir Þorsteinn sonur Síðuhalls það sama og hann einmitt mágur Flosa og þess vegna hjálpar honum þarna og kemur í veg fyrir að Sigurður Jarl láti drepa Flosa. Býður gríða fyrir Flosa og svo verður Flosi bara hirðmaður Jarls í staðinn fyrir Helga Njálsson. Í köflum 154 og 155 þá Kári líka mættur til Orkneyja og hann var þar nefnilega áður með Helga Njálssoni og hann fréttir þarna ferðum Flosa og svo eru komnir þarna alls konar höfðingjar og kóngar og veit ekki hvað í jólaboð hjá Sigurði Orkneyjajarli og þar til dæmis Gunnar Lambason sem þarna frændi Sigfússona og hann var auðvitað einn af brennumönnunum og hann fenginn til að segja frá Njálsbrennunni af því að höfðingjarnir vilja fá að heyra allt brennuna. Og Kári kemur akkurat þarna að höll Jarlsins þegar að Gunnar Lambason að segja söguna og heyrir þetta allt saman. Og Gunnar hann lýgur miklu brennuna og hann segir til dæmis að Skarphéðinn hafi grátið undir þetta síðasta og loksins þá þolir Kári ekki meira af þessum svívirðingum og hann stekkur bara þarna inn og heggur hausinn af Gunnari og hausinn rúllar þarna gólfin. Og Sigurður Jarl, hann vill láta drepa Kára fyrir þetta strax, en Kári hafði auðvitað verið áður með honum, verið þarna hirðmaður í honum og var svo vinsæll að það enginn sem hlýðir fyrirmælum Jarlsins, þannig að Kári kemst í burtu bara alveg án þess að nokkur elta. Flosi segir hann Kára, ekki gerði Kári þetta sakleysi því að hann í engum sættum við oss, gerði hann það sem hann átti. Sem sagt að Kári hafi gert þetta í fullum rétti að drepa þarna Gunnar Lambason, hann sé ekki neinum sáttum við brennumenn og sé þess vegna ekkert að rjúfa neina sátt. Flosi hann alveg góður gæi, hann skilur vel reiði Kára. Flosi til dæmis ekkert að monta sig af brennunni eða neitt svoleiðis og hann fannst þetta auðvitað vera níðingsverk sem það og hann var í rauninni tilneyddur til að standa fyrir þessu því að annars hefði Njálssonur drepið Flosa á þá. Þetta auðvitað spurning sæmd og heiður sem skiptir svo miklu máli í Íslendingasögum. Þeir eru þarna Hefnavíks, Höskulds Skvítaneskoða í brennunni í raun og alls konar svívirðinga. Þannig að Flosi skilur af hverju Kári gerir það sem hann gerir. Og Jarlinn segir þarna Kára, engum manni Kári líkur í hvatleik sínum á áræði. Þannig að þeir bera vissulega virðingu fyrir honum og segja hann sé mikill maður og mikil hetja og allt slíkt. Og svo eftir þetta þegar búið að drepa Gunnar Lambason þarna þar sem hann var að segja einhverja rangasögur af brennunni, þá segir Flosi öllum höfðingjunum af þeim alla söguna af brennunni og segir satt og rétt frá. Og í lokkafla 155 og í kaflum 156 og 7 þar sagt frá svokölluðum brjánsbardaga og miklu valdatafli konungar sem skiptir ekki miklu máli fyrir framgang okkar sögu þannig að þeir renni bara hratt yfir þessa kafla. En svo í lokkafla 157 þá fer Flosi til Bretlands og hann hyggur á það að fara í suðurgöngu sem þýðir það að fara til Rómar og fá syndaaflausn hjá páfanum og í kafla 158 þá eltir Kári Flosa til Bretlands og þar þá rekst hann á Kol Þorsteinsson sem einn af brennumönnunum. Kolur þarna telja silfur og þegar hann komin upp í 10 og telur 10 þá kemur Kári að honum og heggur á honum hausinn. Flosi býr svo líkið en hann hallmælir Kára aldrei af því hann skilur reiði hans í rauninni. Svo fer Flosi til Rómar og fær þarna syndaaflausn og fer svo heim til Íslands og hefur þá verið utan nógu lengi og staðið við sína utanför og getur þá verið í friði á Íslandi. Svo í lokakafla sögunnar þá fer Kári sjálfur suður til Rómar og hann fær aflausn sinna synda og búinn að drepa þarna fjöldamarga menn og telur sig nú loksins að hafa hent brennunnar og hafa hent sonar síns hans Þórðar sem brann inni í brennunni. Kona Helga Njálssonar, hún dó á Íslandi á meðan Kári var utan. Þegar Kári kemur til Íslands þá strandar skipið hans við Ingólfshöfða og hann freistar þess að fara heim til Flosa Svínafelli sem þannig í grendinni og eins og hann segir í sögunni reyna þegnskap hans. Athuga hvernig hann tekur á mótunum og það verður þannig að Flosi tekur mjög vel á móti Kára og loksins sættast þeir fullum sáttum og til þess að innsigla þessa sátt þá giftir Flosi Kára
Hildigunni bróðurdóttur sína, Hildigunni Starkaðardóttur, sem er ekkja Höskuldar Hvítanesgoða. Og nota bene þá var það Kári sem tók þátt í að drepa Höskuld með Njálssonum og með Merði Valgarðssyni, en þarna nást fullar sættir við lok sögunnar, brennunnar er hefnd og Kári og Hildigunnur þau sameina þarna andstæðar fylkingar og eigna saman mörg börn. Og sagan endar á þessum orðum: Lúku mér þar brennu Njáls sögu.